Það ég ætla að halda áfram að byrja á mínútunni. Það býð ykkur velkomin hér á þetta málþing, bæði þau sem eru í streymi og þau sem eru komin hér í sal. Þetta svona haldið í tilefni þess að það eru menningarmínadagar Evrópu. Við höfum stundum verið með málþing hér í tengslu við það. Og síðan sömuleiðis á þessu ári að þá líka verið að minnast þess að það eru 50 ár frá húsverndarárinu 1975 sem að markaði ákveðin þáttaskil svona í tengslum við húsvernd. Já, ekki bara hér á landi, þetta var evrópskt nánast. En við ætlum að vera með svona, þetta verður svona kannski klukkutími hjá okkur og ætlum að vera hér með erindi. Aðalerindið er nú frá Pétri Ármannsyni, arkitekt og starfsmanni hjá Minjastofnun, heldur utanum húsin þar og húsamál. Og hann hefur komið að rannsaka svolítið þessa sögu, þessa hús hérna og var í tengslu við meðal annars þegar við héldum upp á 75 ára afmæli hússins og síðan skrifaði hann grein sem birtist í tímariti Máls og menningar svona í kjölfar þess og þannig að hann svona ætlar aðeins að fara í gegnum þetta bæði með arkitektin og svona hvað nú merkilegt við þetta hús hér því að þetta er auðvitað eitt af djásnunum okkar og ekki bara hér í Fljótsdal, heldur á landsvísu. Og síðan ætla ég aðeins að koma inn á aðdragandann, fara aðeins í gegnum það er svona smá svona aðeins verið að skýrast svona kannski eftir að Hjörleifur Guttormsson skrifaði og birti grein í Múlaþingi 2023 þar sem hann var að fara í gegnum bréf og dagbækur pabba síns og bréfaskipti á milli Guttorms og Gunnars því að Guttorm var svona aðalumboðsmaður Gunnars í þessum jarðakaupum hér öllum að þá svona skýrðist svolítið tímalínan betur og svona eitt og annað nýtt jafnvel sem kom í ljós í þessu grúski Hjörleifs. Þannig að ég ætla að fara yfir það og síðan ætla skotta að bregða hérna upp myndum af húsinu svona á ýmsum tímum af því að þetta hús er auðvitað byggt 1939 og er búið að ganga í gegnum ýmsar útlitsbreytingar og sömuleiðis hafa nú verið að koma líka í ljós svona myndir. Það er alltaf að koma og við vorum mjög glöð með það 2023 fyrir 2 árum að þá fórum við að finna fleiri myndir sem að Björn Björnsson hafði tekið því að það var svona lengi vel að það var bara ein mynd sem var alltaf hér frá byggingu hússins sem að Björn Björnsson tók á sínu tíma 1939 en þeim hefur fjölgað núna þannig að og sömuleiðis skila sér fleiri myndir inn á söfn og til okkar. En ég held að við höfum svo sem ekki lengri formál að þessu. Það tínast bara fleiri inn á streymið og í salinn eftir því sem framvindur. En Pétur, bara gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, góð tilheyrendur. Sagan tilurð Skriðuklausturs er ekki síst forvitnileg vegna þess að þar vann frægur arkitekt í evrópskri listasögu að verkefni á afskekktum stað í íslenskri sveit sem hann sjálfur þekkti aðeins af þeim frásögnum sem að finna má í skáldverkum Gunnars Gunnarssonar. Í teikningu hans og lýsingu á húsinu birtist rómantísk og upphafin sýn á sögueyjuna Ísland sem athyglisvert er að bera saman við þau einkenni í arkitektúr sem að Höger er kunnur fyrir í Þýskalandi. Arkitekt Skriðuklausturs, Johann Friedrich Höger, nefndur kallaður Fritz, fæddist 12. júní 1877 í þorpinu Beckenræi, norðvestan við Hamborg í Þýskalandi. En þar var faðir hans smiður og smábóndi. Fritz lauk sveinsprófi í smíðum og múrverki árið 1896 og stundaði svo meistaranám við iðnskóla í Hamborg á árunum 1897 til 1899. Eftir að hafa gegnt herskyldu í Berlín starfaði hann sem tækniteiknari og byggingarstjóri
á arkitektastofunni Lund und Kallmorgen í Hamborg. Árið 1907 hóf hann rekstur eigin teiknistofu og starfaði á eigin vegum sem arkitekt til æviloka. Hann gegndi herskyldu í fyrri heimsstyrjöldinni, aðallega í Frakklandi og Belgíu. Á árunum 1934–35 gegndi hann stöðu prófessors við Listaháskóla í Bremen. Höger var synjað aðild að þýska arkitektasambandinu vegna skorts á akademískri menntun. En hann var skeið formaður í viðskiptasamtökum þýskra arkitekta, Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Architekten. Höger lést í júní árið 1949. Nafn Högers vel þekkt í þýskri og alþjóðlegri byggingalistasögu 20. aldar. Hans getið sem eins helsta fulltrúa norður-þýsks múrsteins expressionisma, sem kallað á þýsku Backstein-expressionismus. Hugtakið expressionismi í byggingalist hefur verið notað til að lýsa verkum nokkra framsækjana arkitekta í Tékklandi, Þýskalandi, Hollandi, Austurríki og Danmörku á árabilinu frá 1910 til 1924. Í verkum þeirra má greina tengsl við samnefnda strauma í leiklist og myndlist þar sem tilfinningarík tjáning höfundar var í öndvegi. Auðkennandi fyrir expressionískar byggingar eru óvenjuleg form, stílfært skreyti, oft með vísun í náttúruna, skörp horn og kröftugar lóðréttar línur. Í Norður-Þýskalandi var notkun dökkgljáðs múrsteins eða backstein einkennandi fyrir þetta tímabil og á það alveg sérstaklega við verk Högers. Þekktasta bygging hans svokallað Sielehaus í Hamborg, reist á árinu 1922–24. Þar voru skrifstofur skipakóngsins Henry B. Sloman sem efnast hafði á viðskiptum við Síle. Á 42 ára starfsferli teiknaði Fritz Höger fjölmargar byggingar í Þýskalandi og víðar, meðal annars kirkju við Hohenzollernplatz í Berlín og ráðhús í Wilhelmshaven, auk fjölda smærri verka og tillagna. Þetta kannski, svona. Eftir valdatöku nasista í Þýskalandi árið 1933 var expressionismi ein þeirra stefna sem fordæmd var af yfirvöldum sem úrkynjun. Andúð nasista á nútíma arkitektúr beindist þó aðallega að Bauhaus-stíl Walters Gropiusar og öllu því sem honum líktist. Nýjar stílstefnur sem áttu á einhvern hátt rætur í þýskri hefð litu nasistar heldur mildari augum. Verk Högers voru í þessum flokki, án beinna vísana í sögulega stílgerðir en yfirbragðið að engu síður hefðbundið og stíllinn framhald af þjóðlegri þýskri múrsteinshefð. Fritz Höger var sjálfmenntaður sem arkitekt og leit á sig sem frumkvöðul nýrra byggingalistar. Hann naut þess að vera í sviðsljósunum og var duglegur að koma sér á framfæri á sýningum, kynningum, fyrirlestrum, útvarpsþáttum og með bóka- og greinaskrifum. Leið var hann umdeildur meðal stéttbræðra sinna. Þeir mótmæltu ráðningu hans í stöðu prófessors við Listaháskólann í Bremen og vitnuðu til þess að hann væri ekki viðurkenndur sem listamaður af foringjanum og ríkiskansleranum. Höger var skráður félagi í nasistaflokknum frá 1932. Hann skrifaði ásamt fleirum
ásamt fleiri arkitektum greinar í áróðursrit KDAI, Kampbund Deutscher Architekten und Ingenieure, en ritstjórn þess blaðs fordæmdi nýjan arkitektur Bauhausskólans sem menningarlegan bolsjevisma. Þó að Höker styddi málstað nasista átti expressionískur stíll hans ekki hilli foringjans. Hann var í þeim hópi arkitekta sem reyndu án árangurs að sýna fram á að stíll þeirra væri sann germanskur. Hugmyndir þeirra lutu í lægra haldi fyrir klassískum stíl Albert Speer sem Höker á að hafa haft háðuleg orð um. Einn helsti starfsmaður Hökers á árunum 1926–1933 var gyðingur Ossip Klarwein að nafni. Var Höker sakaður að hafa unnið gegn heiðri þýskra arkitekta með því að hafa verið með gyðing í vinnu. Eftir 1935 fór frægðarsól Hökers sem frumkvöðuls í þýskum arkitektúr smá saman að hníga. Vinir hans reyndu að koma honum að hjá stjórnvöldum en allt kom fyrir ekki. Megnið af frumteikningum Hökers skemmdust þegar teiknistofa hans og íbúðarhús eyðilagðist í loftarásum árið 1943. Honum tókst þó að safna saman afritum úr ýmsum áttum eftir lok stríðsins. Arkitektinn Fritz Höker hafði mikinn áhuga á ljóðlist og orti sjálfur á lágþýsku. Hann var félagi í norræna félaginu þýska, Nordische Gesellschaft, og var tíður gestur á samkomum Eutiner skáldahópsins eða Eutiner Dichterkreis. Á þeim vettvangi kynntist hann íslenska rithöfundinum Gunnari Gunnarsinni, sem var strax sérlega vinsamlegur í hans garð. Var það upphafið af ævilangri vináttu. Höker fann fyrir samkennd með þessum íslenska rithöfundi sem líkt og hann var kominn af fátæku sveitafólki en hafði brotist til frægðar og metorða í sinni listgrein með dugnaði og óselhrifni. Vináttu þeirra Hökers og Gunnars er nánar fjallað í bók Halldórs Guðmundssonar, Skáldalíf sem útkom árið 2006. Þar er meðal annars vitnað í sögu sem Birgir Thorlacius skráði eftir skáldinu eftir að hann flutti frá Skriðuklaustri. Er þar haft eftir Gunnari að arkitektin þýski hefði einu sinni sagt við sig: Herra Gunnarsson, ég hef aðeins einu sinni unnið fyrir mann sem var verra að vinna fyrir en yður. Gunnar hló mikið af þessu og bætti við: það var Hitler. Í kjölfar hernáms Danmerkur og Íslands árið 1940 rofnuðu tengsl Gunnars Gunnarssonar við Þýskaland og þar með Höker. Í stríðslok reyndist örðugt að fá gjaldeyri til yfirfærslu ógreiddra ritlauna og lét Gunnar þá ýmsa vini sína í Þýskalandi njóta góðs af því sem hann átti þar inni, meðal annars Höker, sem að komst þó fljótt aftur í efni. Árið 1949 fól Gunnar Fritz Höker að gera tillögu að húsi sínu í Reykjavík og bendir allt til að það hafi verið seinasta verkefni sem hann vann að áður en hann lést. Árið 1938 festi Gunnar Gunnarsson kaup á jörðinni Skriðuklaustri í Fljótsdal. Jörðin var seld á uppboði í júlímánuði og gekk Gunnar inn í hæsta kauptilboð með hjálp ábúandans á jörðinni, Sigmars G. Þormars, sem neytti síns forkaupsréttar. Nokkru síðar kunngerði Gunnar áform að flytjast frá Danmörku til Íslands ásamt fjölskyldu sinni og reisa veglegan búgarð á jörðinni.
Veturinn 1938-39 undirbjó Gunnar heimflutning sinn og byggingu nýrra bæjarhúsa. Snemma hausts rissaði hann sjálfur drög að íbúðarhúsi og sendi þau Jóhanni Franklin Kristjánsinni, húsameistara og byggingaráðuneyti í Reykjavík, til nánari útfærslu. Jóhann Franklin Kristjánsson, fæddur 1885, látinn 1952, nam ungur trésmíði á Akureyri og stundaði nám við Det Kongelige Norske Kunst- og Håndverksskole í Oslo á árunum 1910-1912. Árið 1914 hlaut hann styrk frá Alþingi til þess að leiðbeina bændum húsagerð, einkum byggingu bæjarhúsa úr steinsteypu. Hann varð forstöðumaður teiknistofu landbúnaðarins á árunum 1930-1937 og eftir það starfsmaður Búnaðarbanka Íslands. Jóhann Franklin teiknaði fjölda steinsteyptra húsa í sveitum landsins á árunum 1914-1940 og við sjáum hér fallegt dæmi einn af hans sveitabæjum, Sveinsstaði í Austur-Húnavatnssýslu. En meðal kunnustu verka Jóhanns eru aðalbygging héraðsskólans á Laugum í Reykjadal í Þingeyjarsýslu, húsmæðraskólinn á Hallormsstað og Skálatún í Mosfellsbæ sem hann reisti sem sitt eigið íbúðarhús 1947. Þessi hús eiga það öll sammerkt að vera með 3 bustum. En þannig var einmitt sú tillaga að Skriðuklaustshúsinu sem varðveist hefur í bréfasafni Gunnars Gunnarssonar. Og við sjáum hér. Mögulega hafa tengst Gunnars við ábúendur á Hallormsstað valdið því að hann leitaði til Jóhanns með ráðgjöf. Enda höfðu jú fáir meiri reynslu af því að byggja steinhús í sveit á Íslandi. Og það hafa varðveist 2 útlitstekningar Jóhanns að íbúðarhúsi á Skriðuklaustri sem við sjáum hér með 3 bustum sem samkvæmt bréfum Gunnars virðist ekki hafa borist honum fyrir nokkru eftir áramótin 1938-39. En því miður þá hefur allavega ekki ennþá fundist rissið sem að Gunnar sjálfur sendi Jóhanni sem fyrirmynd, þannig að það væri mjög forvitnilegt að vita hvernig skáldið sá fyrir sér húsið. En þetta allavega tillaga Jóhanns. En þetta leyti fékk Fritz Höger, vinur Gunnars, staðfest að byggingaráform Gunnars á Íslandi yrði að veruleika. Hann bauð þegar fram aðstoð sína við að teikna húsið. Þetta kemur fram í bréfi sem Höger sendi Gunnari þann 10. mars 1939. Þar vitnar hann í fund þeirra í Hamborg viku síðar. Í tengslum við vinnu Högers fór Jóhann Franklin Kristjánsson utan á fund þeirra Gunnars í Hamborg og við sjáum hérna á myndinni, þarna eru þeir 3 og Jóhann Franklin í miðju. Og það hafa varðveist, það svo gaman að því að það hafa varðveist þarna allavega 3 myndir af þessum mönnum 3 saman sem að teknar voru í þessari heimsókn. Og sjáum hérna eru þeir að gera sér glaðan dag, skála yfir góðu málsverði í Hamborg. En þann 20. apríl þá rita Gunnar í bréfi til Gunnars Guttormssonar. Það lítur ekki út fyrir að ég geti sendt þér uppdráttin á húsinu svo tímalega að hann nái þér í Bergen. Jóhann kom með Goðafossi og við höfum síðan staðið í stappi með að koma vini mínum Höger, byggingameistaranum hér, í skilning hvernig hægt sé að byggja á Íslandi. Það hefur gengið örðurlega því aðstæður hér og þar eru svo ólíkar að þær uppástungur sem hann hefur gert hafa reynst annarkvort of óhentugar eða of dýrar eða hvorttveggja. Allur okkar tími hefur farið í þetta svo við höfum ekki getað sinnt öðru. Varla ég fyrir mitt leyti að skaffa nauðsynlegustu bréf. Þannig að það hefur eitthvað gengið á þegar þeir voru að teikna
leggja drögin að þessu húsi. Nú, mögulega hefur ágreiningurinn sem vísaði til í bréfinu tengst þeirri hugmynd að hlaða veggi hússins úr náttúrusteini. Hentugur hleðslusteinn var ekki tiltækur í nágrenni Skriðuklausturs, auk þess sem þessi veggjagerð var mjög dýr í samanburði við steinsteypu. Á endanum var sú lausn ofan á að leggja steina í ysta lag steypunnar, svo veggir hússins litu nær út fyrir því að vera hlaðnir. Höker og starfsmenn hans luku við endanlega teikningar af húsinu snemma í maí 1939 ásamt verklýsingum. Höker kom aldrei til Íslands í tengslu við byggingu hússins, en Jóhann Franklin Kristjánsson var staðararkitekt Skriðuklausturs á meðan á byggingu hússins stóð og kom það því í hans hlut að túlka teikningar Hökers og leysa úr ýmsum vafaatriðum í útfærslu hússins. Íbúðarhúsið á Skriðuklaustri var á sínum tíma veglegasta hús sem reist hafði verið í íslenskri sveit. Samkvæmt uppdráttum Hökers áttu útihús í sama stíl að rísa sem hlíðarálmur og sjálfstæðar byggingar beggja megin við húsið. Fullbyggt kostaði húsið 200.000 krónur sem jafngildi verði 10 einbýlishúsa í Reykjavík. Það 325 fermetrar að grunnfleti, 2 hæðir og rís með 30 vistarverum. Þykkir útveggir hússins úr steinsteypu, tvöfaldir með torfeinangrun á milli. En samkvæmt tillögu Hökers áttu útveggirnir að vera hlaðnir úr grjóti en eins og áður segið þá fannst ekkert hentugt efni í þá smíð. Þess í stað voru hnullungar og Bessastaðaá lagðir í ysta lag steypunnar og múrinn á milli þeirra málaður hvítur. Þykk torfþekja var á húsinu í upphafi en þakviðirnir svignuðu undan þunga hennar. Var torfið þá fjarlægt og klætt bárujárni. Löngu síðar var þekjan færið aftur til fyrra horfs og lokið við að hlaða súlnagöngin við suðausturhorn hússins samkvæmt teikningu Hökers. En það var löngu eftir að þau Fransisk og Gunnar höfðu flust héðan. Skriðuklaustur nýtur þeirra sérstöðu meðal íslenskra húsa ásamt norræna húsi Alvar Aalto í Reykjavík að vera teiknað af þekktum brautryðjanda í evrópskum arkitektúr 20. aldar. Bæði þessi verk tengja Ísland við framvindu alþjóðlegrar húsagerðarsögu, enda þótt þýskur sveitastíll Skriðuklausturs líkist ekki þeim múrsteins arkitektúr sem Höker kunnastur fyrir. Áhugavert að velta fyrir sér hugmyndum hans Ísland og íslenska húsagerð. Ólíkt Alvar Aalto kom Höker aldrei til landsins. Upplýsingar aðstæður og byggingarhætti hefur hann vafalítið haft frá Gunnari Gunnarsinni. Og mögulega hafa bækur Gunnars mótað þá rómantísku mynd sem Höker gerði sér af Íslandi. Öðru fremur vildi hann að húsið ætti sér traustar rætur í umhverfinu, væri sprottið úr jarðvegi sveitarinnar með veggi úr hlöðnu grjóti og þekju með torfi. Höker kaus að nota ekki nútíma efni á borð við steypu og bárujárn sem algengust voru í húsum til sveita á þessum tíma. Og hérna sjáum við teikningu sem að sýnir Skriðuklaustur, íbúðarhúsið hér og við sjáum umfang þeirra miklu útihúsa sem að Höker sá fyrir sér að myndu rísa þarna í framhaldi en aldrei urðu. En í maí 1939 þá skrifaði Fritz Höker grein í tímaritið Norden sem að yfirskriftin var á þýsku Wir bauen Gunnar Gunnarsson auf seiner Heimatinsel, seinen Horst. Við byggjum Gunnari Gunnarssoni hreiður á heimaeyju hans. Þar lýsir arkitektinn háleitum hugmyndum sínum húsið og lífið þar. Frásögnin merkileg fyrir það að það lýsir kunnur erlendur arkitekt viðhorfum sínum til þess viðfangsefnis að byggja hús á Íslandi.
En eins og ráða má af eftirfarandi tilvitnunum sá Höker hina fjarlægu eyju í norðri fyrir sér í afar rómantísku ljósi og hefst á tilvitnun. Í lauslegri þýðingu Silju Traustadóttur sem nam arkitektur í Þýskalandi og vann með mér að þessari grein sem birtist í tímariti Máls og menningar, en hún snaraði þessum texta á þýsku. Fyrir mig það himnasending að vera kallaður til af Gunnari Gunnarssoni til að teikna fyrir hann hús, til þess að búa og vinna í, sem skáld og bóndi á eyjunni sinni í Norðurhöfum, að hjálpa honum að byggja stað til að sinna sköpun sinni. Hér mun hann búa, hér mun hann þrífast í faðmi sinna líkra, fjarri vondri veröld. Þar munu búa fyrir utan fólkið hans og vinnuhjú 800 kindur, 10 kýr, 10 hestar, mikið glaðlegt ungviði og nokkur 1000 fiðurfjár. Á Íslandi eru engin múrsteinar, bara hraun, blágrýti, stuðlaberg og annað álíka, annars ekkert. Því var ég algjörlega skipt gír í þessu dýrlega verkefni, fá nýja tilfinningu, alveg eins og fyrir 1,5 ári í Persíu. Já, takk fyrir að vinna á Íslandi og í Íran á sama tíma, það dýrlegt. Ég þurfti líka að fá tilfinningu hér fyrir allri heildinni, staðháttum, veðurfari, vindi, jarðskjálftum. Því miður getur frú Gunnarsson ekki þvegið þvottinn sinn í Geysi. Hún myndi vera 10 daga og 10 nætur á leiðinni þangað á sleða. Hér gildir að lifa sig inn í stórkostlegt landslagið og síðast en ekki síst inn í sál þessara norðan búa. Og svo áfram lýsir hann húsinu. Stolt og látlaus, spengileg og blátt áfram mun hún standa þarna, tvílyft byggingin, ein bæjarhúsa hlaðin úr risastykkjum úr blágrýti, fúurnar hvítar, gluggarnir traustir og staðfastir, friðsamlegir og vinsamlegir, vingjarnlegir. Þakið með breiðu skýlandi þakskeggi í sama halla og þak alvöru fjallaskála með torfi á þakinu. Torfið, fallega grænt yfir stutt sumarið, fullt af blómum eins og túnin og engin allt í kring. Líka í vetradvala, alveg eins og túnin þakin þykkum snjó. Þunna vetragrasið hangir þá niður undan þakkantinum eins og gamalt grátt skegg með löngum grýlukertum. Svona verða þök allra húsana, alveg eins, sama hvort að ræða gripahús, hlöður, bústjórahús eða skúra fyrir sleða, vagna, búvinnuvélar og bíl. Vinnustaður skáldsins liggur þannig á löngum sumardögum, horfi sólin á hann næstum 24 tíma við óþrýtandi skrif sín. Hún getur þá ekki annað en unnið eins og hann. Í gegnum gluggann sinn sér hann risastóran, sólfylltan garð sem markast að álmum hússins og opnast á ská mót suðri. Veggir þessa útirýmis líkjast faðmandi handleggjum. Í þessari víðáttu byggjum við honum, þar að segja Gunnari, heimili og bæ. Hér ræður lífsförunautur hans ríkjum í herbergjunum, hún umlykur hann og þau mynda eina heild. Og allt sem hann þráði umlykur hann, frá þessum einmannalega stað sendir hann geisla sína út í heiminn líkt á norðurljósin á löngum vetranóttum. Sú saga hefur lengi gengið á Íslandi að arkitekt Skriðuklaustur Höker væri sá sami og teiknaði svonefnt Arnarhreiður Adolfs Hitlers í Bæjaralandi. Slíkt þessi saga fær ekki staðist, enda kom Fritz Höker hvergi nærri hönnun eða byggingu þessa síðarnefnda hús. Sú bygging sem að kölluð Arnarhreiðrið eða Eagles Nest kallast á þýsku Das Kehlsteinhaus. Arnarhreiðurs nafnið sem alls óþekkt á þýsku rakið til fransks sendiherra en Bretar og Bandaríkjamenn tóku það síðar upp. Húsið var reist á árunum 1938 til 39 á toppi fjallsins Kehlstein í 1834 metra hæð skammt frá bænum
Berchtesgaden, syðst í Þýskalandi, rétt við landamæri Austurríkis. Hugmyndina að byggingu hússins fékk Martin nokkur Bormann árið 1937 og átti það að vera gjöf til Hitlers á 50 ára afmæli hans 20. apríl 1939. Bormann sá Das Kehlsteinhaus fyrir sér sem gríðarstað fyrir foringjann. Hann leitaði til arkitektsins og prófessorsinn Roderich Fick sem hannað hafði sumarhús og fleiri byggingar fyrir helstu foringja Þriðja ríkisins í Obersalzberg í næsta nágrenni. Húsið var byggt á 10 mánuðum og var tilbúið í september 1938, nokkrum mánuðum fyrir afmæli Hitlers. Heimildir eru að Hitler hafi aðeins komið þangað 14 sinnum á árunum 1939-40, en Eva Braun, ástkona hans, var hins vegar tíður gestur þar. Das Kehlsteinhaus var í stuttri akstursfjarlægð frá sumarhúsi Hitlers, Berghof í Obersalzberg, en þar dvaldist hann oft. Hitler sýndi hins vegar þessari afmælisgjöf lítinn áhuga, kom þar aðeins nokkrum sinnum í stuttar heimsóknir og þá aðallega til að sýna tignum gestum. Lofthræðsla hans, ótti við eldingar og innilokunarkennd ollu því að hann undi sér alls ekki í húsinu. Til að komast þangað þurfti að fara upp afar brattan veg og seinasta spölin í lyftugöngum sem byggð voru inn í fjallið. Áhugaleysi Hitlers þetta hús á tindi Kehlstein kann að hafa orðið því til bjargar eftir stríð, þegar flest mannvirki yfirstjórnar Þriðja ríkisins þar í nágrenninu voru afmáð. Það má segja að Kehlsteinhaus núna einn á meðal vinsælustu ferðamannastaða í Suður Þýskalandi, en trúlega þetta hús nú ein mislukkaðasta afmælisgjöf 20. aldar. Það ekki til einhlítar skýringar á sögusögninum Skriðuklaustur og Arnarheiðri. Húsin eru vissulega lík. Þakgerðin minnir á hefðbundinn stíl Suður þýskra og svissneskra sveitahúsa sem var ekki dæmigerður fyrir verk Högers. Slík tenging hefur þó vart verið Höger ofarlega í huga. Líklegra að hann hafi litið á byggingarstíl Skriðuklausturs sem norrænan og germanskan, sprottin af þeirri mynd sem hann gerði sér á staðháttum og menningu á Íslandi og bendir nú meðal annars torfþaki til þess. En það hefur reyndar verið bent á að grein Högers hreiður Gunnars, hann notar þetta orð, að hún hafi valdið þessum misskilningi, en það nú óvíst að margir Íslendingar hafi vitað af þessum skrifum. En þessi misskilningur kemur eiginlega, Skúli nú búinn að kanna þetta og þetta kemur eiginlega fyrst fram á prenti í riti sem að litinu landið mitt Ísland sem að Stenþór frá Hlöðum gaf út. Það sem sagt ratað þá prent og hefur verið þrálátt síðan. Það var sem sagt engin fótur fyrir því. En breytt skilyrði til búrekstrar í kjölfar hernáms og versnandi heilsa Fransisku urðu til þess að þau Gunnar ákváðu að gefa Íslenska ríkinu Skriðuklaustur og flytja til Reykjavíkur árið 1948. Gunnar festi brátt kaup á lóð sem nú við Dyngjuveg nr. 8 efst í Kleppsholtinu í Reykjavík, með fögru útsýni til allra átta. Sem fyrr leitaði Gunnar til Högers vinar síns teikningar að nýju íbúðarhúsi, sem skildi vera öllu minna í sniðum og ódýrara en sveitasetrið að Skriðuklaustri. Tillaga að húsi Högers að húsi Gunnars í Reykjavík dagsett í sömu viku og hann lést, þann 21. júní árið 1949. Allt bendir því til að þetta hafi verið seinasta verkefni sem hann vann að áður en hann lést. Afrit af tillögunni hefur varðveist í bréfasafni Gunnars á Landsbókasafni. Teikningin sem flokka má sem frumdrög sýnir tvær mismunandi grunnmyndir, fremur lítils íbúðarhús á einni hæð með tiltölulega hefðbundinni herbergjaskipan. En það voru engar útlitsteikningar sem fylgdu tillögunni. Eftir andlát Högers ákvað Gunnar
að ekki yrði unnið frekar með tillögu hans. Í staðinn kaus hann að fela ungum íslenskum arkitekt, Hannesi K.R. Davíðssyni, að teikna hús sitt við Dyngjuveg út frá breyttum forsendum. Hannes nam arkitektur í Danmörku á árum seinni heimsstyrjaldar en flutti svo heim árið 1945. Að sögn Hannesar þekktust þeir ekki þegar Gunnar Gunnarsson hafði samband við hann eitt kvöld og bað hann að teikna hús fyrir sig. Og Hannes lýsti þannig fyrir sig að maður að nafni Gunnar Gunnarsson hefði kynnt sig í símanum og það tók hann smá tíma átt að sjá því að sannreina það hver maðurinn var. Að þetta væri raunverulega skáld eða hringi sig. Nú, Gunnar og Franziska, þau höfðu skömmu áður komið í nýbyggt íbúðarhús við Skaftahlíð 1-3 í Reykjavík sem að Hannes hafði teiknað og var þó nýbyggt og hafði vakið athygli fyrir nýstárlegan arkitektur. Var það að sögn Hannesar helsta ástæða þess að Gunnar kaus að leita til hans með verkefnið. En þeir þekktust eins og fram komið þá þekktust þeir ekki neitt. En það er til marks stórhug og víðsýni Gunnars. Að eftir allt sem á undan var gengið þá valdi hann sér lítt þekktan en efnilegan arkitekt af yngstu kynslóð til að teikna hús sitt í Reykjavík að vini síni Höggar látnum. Aðstæður í umhverfinu réðu líkt og hér á Skriðuklaustri miklu gerð hússins að Dyngjuvegi 8. En það stendur á einum fegursta sjónarhóli í borginni, byggt á árunum 1950-52. Innra skipulag þess var athyglisvert, hugsað með sérstöku tilliti til óskað og þarfa Gunnars og Franzisku sem heimili þeirra á vinnustaður undir einu þaki. Vinnustofa skáldsins á efri hæð og þaðan nýtur útsýnis og sólarbirtu úr öllum áttum. Nú, Reykjavíkurborg keypti Dyngjuveg 8 árið 1991 af Franzisku Gunnarsdóttur, sonardóttur skáldsins. Árið 1997 var gerði Rithöfundasamband Íslands samning við Reykjavíkurborg ótímabundin afnot af húsinu. Og svo var það árið 2012 á þann 18. ágúst á afmæli Reykjavíkur að þáverandi borgarstjóri Jón Gnarr afhenti Rithöfundasambandi húsið til eignar og afnota ókomna tíð. Og þá held ég að ég hef ekki meira þetta að segja og þakka bara kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Hafa einhverjar spurningar fyrir Pétur sem að hafa kveiknað? Annars verðum við hérna áfram í salnum. Skoða þetta voru ekki að. Það er að gera. Það var fyrst á milli svona. Skjánum. Já, þetta var rólegt og yfirgripsmikið hjá Pétri og kom nú svona flest fram. Sjá hvort að ég get ekki bætt eitthvað aðeins í þetta. Og það er svona aðeins svona velta eða fara svolítið yfir í sambandi við svona aðdragandann að þessu, hvers vegna kannski Gunnar endar nú á því að byggja hér. En það er þannig einhvern veginn að hugurinn Gunnars, hann leitaði heim alla tíð. Hann þó hann búið þarna út í Danmörku öll þessi ár, þá er hann alltaf að skrifa Ísland og allar sögusvið allra hans verka er nánast undantekningarlaust á Íslandi. Og við getum sagt að hann hafi verið í jarðarleit eiginlega á Íslandi allt frá því hann efnaðist svona eftir svona fyrstu
fyrsta sem heyrist af því í kringum 1924 að þá sé hann farin að horfa í kringum sig og fá vini og vandamenn til þess að horfa eftir jörðum fyrir sig, vítt og breytt landið. Og það fór svo að hann keypti jörð, hann keypti heiðarjörðina Arnarvatn sem hét áður Skálamór inn að vestur á dalnum í Vopnafirði á æsku slóðum hans þar. Hann kaupir hana 1926. Þá voru ennþá uppistandandi hús, bæjarhús á Arnarvatni og sem var meira að segja búið í síðan einn vetur allavega hana á 4. áratugnum. En það var eina jörðin sem hann keypti þarna lengi vel. Þá voru verið að horfa eftir jörðum fyrir hann, fleiri jarðir í Vopnafirði koma við sögu og meðal annars Bustrafell og Torfastaðir, það stórjarðir. Síðan var föðurbróðir hans, séra Sigurður Gunnarsson, sem var prestur lengi náttúrulega á Snæfellsnesi og þarna þekkti vel til á Vesturlandinu að hann var á útkikkinu fyrir frænda sinn og benti honum á jarðir sem losnuðu í Borgarfirði og víðar. Og síðan sömuleiðis voru menn á höfuðborgarsvæðinu, eins og við myndum kalla í dag, að voru að horfa eftir jörðum í Mosseldal fyrir hann og austur á Þingvöllum. Og meira að segja var honum einhvern tímann bent á að það væri hægt að kaupa fríkirkju við Ellifu af Thorssöfrunum, að hann væri húsið sem að Thor Jensen byggði. Þannig að það var víða sem hann var svona búið að skoða með kaup á jörðum, þó að aldrei yrði nein svona alvar úr því. Hann bætti við þarna öðru afbýli sem að liggur að Arnarvatnsjörðinni og þarna afbýli frá Fossi sem heitir Kálfell og keypti það 1932. Þannig að þá átti hann orðið svona 2 heiðarjarðir þarna á þeim slóðum sem hann hafði vanist að fara í göngur og fara upp af Vopnafirði. En þannig að það er víða, en það verða svona ákveðin þáttaskil svolítið í þessu 1937. Þá kemur fjölskyldan, öll Franziska og Gunnar og báðir synirnir, Gunnar og Úlfur, til svona sumardvalar í nokkur tíma á Arnarvatni. Og það var farið sem sagt og fengnir hestar hjá Vopnfirðingum og farið og tjaldað á, þetta eru myndir sem eru teknar hérna 1937 af tjöldunum 2 við Arnarvatn og þetta var nú í júlí. Það segir einmitt af því að fyrstu nóttina þá hafði nú vaknað upp það að það var kominn snjór á tjöldi sem var eiginlega að fergja þau, þannig að þau þurftu að flýja inn í bæinn, inn í bæjarhús. Svo þetta í þessari Íslands heimsókninni þarna og heimsókninni hér til Austurlands 37, að þá fara þeir feðgar allavega hana, Gunnar og Gunnar Yngri og Úlfur, koma hér yfir á héraðið og sennilega kemur hún Franziska kannski með, en annars hún var hálflasin þetta sumar og augnsjúkdómurinn sem hún var að hrjá hana var að ágerast á þetta sumar og þannig að hún var ekkert voðalega mikið, hún var ekki eins mikið á ferðinni og þeir feðgarnir en þau koma hér yfir og og hann dvelur meðal annars hjá Guttormi Pálssyni, frænda sínum á Hallormsstað. Og þá takast það endurnýjast kynni þar og þetta er fyrsta sinn sem að Gunnar kemur hér í Fljótsdalinn síðan hann fór hér 7 ára gamall. Þannig að það var svona, og það er þekkt þessi mynd sem er tekin inn á Valþjófsstað af þeim, þar sem við höfum, hérna er skáldið og hérna er Guttormur Pálsson. Og þetta átti svona eftir síðan að hafa dálítil áhrif kannski með það að Guttormur fór að horfa eftir jörðum fyrir hann. Og þá erum við svona komin kannski yfir í þetta ár 38
sem að Pétur var nú svona að segja svolítið frá, en það er svona, það er svona svolítið í því sem að er kannski þetta með að þeir eru, það eiga sér stað bréfaskipti á milli Guttorms og Gunnars þarna eftir þessa heimsókn í Fljótsdalinn 37 og Hálfdanstað, og þá meðal annars segir þetta í bréfi frá Gunnari til Guttorms: ekki finnst mér ég geta hugsað mér að eiga heima á Íslandi nema á Austurlandi, og þar varla annars staðar en á Fljótsdalshéraði eða í Vopnafirði. Við, konan mín og ég, höfum þráð að flytja heim nú nokkur ár og þau reyndar ekki allfá. Hvort himnafaðirinn og lögmál lífsins muni leyfa okkur það enn óséð. Og þannig að Guttormur fer að senda honum svona línur það að þegar að eitthvað góðar jarðir til sölu, og vekur nú fyrst athygli á Hafursá sem er komin í sölu þarna í mars 38. Þar voru nýleg vel hýst, þannig að það var hátt verð á jörðinni samt, og þannig að það eru nokkur bréf á milli þeirra svona það, og þeir eru svona að velta þessu fyrir sér. Síðan er það þarna, eins og kom fram hjá Pétri, að svo er það þarna í júlí sem að Sigmar Þormar og Sigríður kona hans eru búin að missa Skriðuklaustur á uppboð í rauninni hjá Búnaðarbankanum, og þá fara þessar skeytasendingar og bréfaskriftir að hefjast af miklum krafti og ganga skeyti á milli þeirra stöðugt, og svo kemur Sigmar inn í málið, og þetta endar með því að það var enda búið að í rauninni slá jörðina einlega Snæbirni Jónssoni sem þá bjó í Vallanesi og síðan í Geitdal, en Gunnar neytti þessa, og Guttormur, Gunnar og Sigmar þeir sáu þessa leið að hann geti gengið inn í forkaupsrétt eiganda og jafnað í rauninni tilboði sem bankinn var búinn að taka. Þannig að það sem er athyglisvert og það sem kom svona svolítið nýtt fram í þessari grein úr þessu grúski hans Hjörleifs, sem að ég hef dálítið mikið af þessu úr, og það er það að þarna í ágúst, þegar þetta er nú svona orðið ljóst að Gunnar muni geta fengið jörðina með þessu móti, að þá skrifar hann til Guttorms þarna 25. ágúst: fullráðið að flytja heim í Fljótsdalinn getum við ekki fyrr en kona mín hefur komið þar og gert sér ljóst hvort hún muni kunna þar við sig eða ekki. Þannig að Gunnar treysti sér ekki til að taka þessa ákvörðun öðruvísi heldur en hann væri búinn að kynna Fransísku hér fyrir Fljótsdalnum og sýna henni Skriðuklaustur. Og það er það sem kom svona nýtt fram algjörlega í þessari greinar Hjörleifs, var það að Gunnar og Fransíska koma hingað á héraðið í október, dvelja hér 4. til 11. október 1938. Það var eitthvað sem hafði ekki komið fram í neinum öðrum rannsóknum, að þau höfðu skotist til Íslands til þess að skoða, til þess að Fransíska gæti nú skoða sig hér, og áður en að yrði tekin endalega ákvörðun það að festa og kaupa jörðina og flytja hingað í Fljótsdalinn. En henni virðist allavega hann ekki hafa litist neitt illa á þetta, en við getum svona aðeins reynt að gera okkur í hugarlund þær byggingar sem að hún sá, þetta, þó að húsakostur hafi nú ekkert verið svo sem eitt slór hér á Skriðuklaustri á þessum tíma, að þá samt sem áður að hann var kannski ekkert alveg nýjar byggingar. Við erum hérna svolítið, þetta er svolítið blekkjandi kannski í þessu, en það er af því að við höfum hérna svona þessa heildarbæjarmynd, en hún er eldri. Við þurfum að skipta þessu húsi hérna, sem er þetta sama hús sem Halldór Benediktsson byggir, og svo er gamla snýr hérna gamla baðstofu stafn hérna fram á, og er hérna á bakvið líka, við sjáum hérna líka, að við þurfum að skipta þessu húsi út fyrir þetta. Því að Sigmar Þormar, að hann í rauninni hann breytti þessu húsi, hann breytti þessu hérna húsi yfir í þetta. Og þannig að þetta var kallað Sigmarshús. Þetta er húsið sem
hér þegar þau koma hér í október 38, aðal byggingin. Það stendur þetta hús hérna sem að tengdasonur Halldórs Benediktssonar, Halldór Stefánsson byggði og var hérna við hliðina. Og síðan sér hérna, þetta hérna var einmitt skemmtileg mynd sem að kom bara fram nýlega á safni, þar sem að sjást þessar miklu traðir sem að umtala var að væru hér á Skriðuklaustri og þar sem var hægt að halda hestunum innan veggja þegar menn komu í heimsóknir. En þannig að þetta var svona nokkurn veginn þar sem að þetta eins og þetta leit út þegar þau koma. En svo ef við höldum áfram svona svolítið með tímalínuna að þá er þetta svona bara hlutirnir að gerast dálítið hratt og það kemur fram bara þannig í bréfi sem að Gunnar skrifa Guttormi í 3. nóvember að þegar heim kom var nóg að sinna en samt hafði ég tilbúin drög að húsi og gat sent Jóhanni Kristjánssyni þau með fyrstu ferð sem féll en það var Gullfoss héðan 27. september, þannig að missið þetta nú sennilega á að vera 27. Það er að segja þegar þau eru komin heim. Og þannig að enda bréfið ritað 3. nóvember. En þannig að þarna er vitnisburður það er einhvers staðar til einhver drög að húsi frá hendi skáldsins sem að væri nú dálítið gaman að komast yfir og kannski kemur þetta nú einhvers staðar upp úr fórum og gögnum Jóhanns Kristjánssonar ef að vel er leitað. En svo bara fer allt ferlið í rauninni af stað. Það er bara Friðarhólmur, þetta fallega hús sem að Gunnar bjó í og Gunnar og Franska bjuggu í utan við Kaupmannahöfn út í Birkaröð. Það er sett á sölu og Gunnar fer strax að stúsast í því að skrifa til ráðamanna og fá leyfi til þess að flytja inn byggingarefni og í nóvember þá kemur fram að það sé verið að kanna með rafstöð í Bessastöðá sem að veri þá gerði í samvinnu við bændur á Bessastöðum og það eru til einhvers staðar, það eru til í gögnum Gunnars eru til einmitt hugmyndir þessa rafstöð og sem voru unnar og síðan það þarna í nóvember líka sem að Guttorm Pálsson og Benedikt Blöndal koma hingað í Skriðuklaustur og stika út og mæla út fyrir íbúðarhúsi og velja því stað sem sagt í rauninni, þetta hérna hús, þetta er smiðjan og ef við staðsetjum hann svona nokkurn veginn við okkur eins og við erum í dag þá er hún hérna svona rétt, hún er undir þessu, hérna undir það sem gestaíbúðin og stofan í gestaíbúðin er í dag, þannig hérna útendanum hérna á neðri. Það er svona, það er hérna, hún lenti inn í grunnflöt hússins. Var þetta allt öll þessi hús rifin? Svo, já, það kemur hérna að því, með það, en þannig að svo Gunnar er náttúrulega að leita að fjármagni til þess að fjármagna þetta allt saman, þannig að hann leitar til allra fjármálastofnana og Kaupfélag Héraðsbúa samþykkir að veit honum greiða fyrir honum með fjármagni í þetta en hann verði að borga það allt tilbaka á 3 árum meðal annars og síðan kemur útvegsbankinn inn í þetta og svona því að þetta gekk svolítið hægar að selja Friðarhólm heldur en hann vonaði þessum til en það er ekki fyrir í desember sem hann er svo seldur. Og síðan það þarna eins og kom fram hjá Pétri að það er hann í janúar 39 sem að kemur þessi teikning frá Jóhanni Franklín og af þessu reisulega húsi og við getum alveg ímyndað okkur það að þetta hafi verið að svo setja hérna með af húsmæðraskólanum og svo Friðarhólm og við svona sjáum alveg fyrir okkur að þetta byggir væntanlega á þeim hugmyndum sem að Gunnar sendir Jóhanni og það liggur nokkuð ljóst fyrir að þarna er eitthvað bara þetta er eitthvað svona í líkingu við húsmæðraskólanum og það sem meira er að í þessari byggingu þá átti grunnflöturinn að vera 20x10 metrar og ég fór bara alveg sérstaklega í fyrradag og stikaði nú út og það er bara sami grunnflötur og í húsum. Þetta er 20x10, svo var nú einhvern tímann að því að svo fóru þeir að diskutera það hvort það ætti að minnka þetta niður í 18x9,
Því að þetta er nú kannski svolítið dýrt aðeins að draga úr efninu. En þetta virðist hafa verið, þannig að það sem að þeir, Benedikt Blöndal og Guttormur, stika hér út og mæla hér út í 15. nóvember 1938 fyrir þessu stórhýsi, að það er grunnflöturinn eiginlega fyrir þessari hérna álmu. Þessi hérna álma er eiginlega 10x20. Hún er 10x21. Þannig að, og þeir sömdu, Guttormur samdi við Sigmar Þormar að taka grunninn. Og það hefur verið gott og hlýtt þarna inn í veturinn, þarna 38, ég var nú eftir að fara í veðurgögn, en allavegana að hann byrjar helst bara strax handa við að grafa hennar grunn og hann átti að grafa 1,3 metra niður en þó alltaf niður á fastan grunn. Þannig að það þýðir það að þessi grunnur verður til þarna veturinn og það stemmir síðan alveg við allt sem að til dæmis ég man eftir að Guttormur heitinn í Geitagerði sagði að það hefði nú verið komin þessi grunnur fyrir að mestu leyti fyrir húsinu. En það skýrir reyndar eiginlega líka svona annað, það er að segja af hverju þeir lenda síðan upp í klöppina og það verður svona lægra til loft sérna á neðri hæðinni í að það er náttúrulega Hjörvabúa að velja húsinu stað, það er ekkert að hnika því til og það er dálítið mikið mál að fara að færa það eitthvað til þó að menn komi einhvers staðar í það. En næst það sem gerist í þessu er auðvitað þetta og það sem að Pétur var að nefna áðan einmitt að málið er það að Gunnar hann býður Guttormi síðan til að koma og ferðast með sér til Þýskalands þarna í kjölfarið á þessu. Þannig að Guttormur fer út og ferðast þarna í mars eða aðalega í apríl, þannig byrjun apríl, að þá fer Guttormur með Gunnari og Úlfur var með þeim líka og ég bara Fransiska var nú heima á Friðarhóli því að það ætti að fara að pakka. Það standa við að pakka allir niður því að það var búið að selja og átti að skila af sér 31. mars. Þannig að þau voru, hún er komin þarna. Þau eru búin að í rauninni, þau skila af sér húsinu. Guttormur rétt nær að koma og heimsækja þau á Friðarhól en svo er bara húsinu skilað af sér. Og svo fara þau þarna til suður eftir og niður til Hamborgar og þar hittir Guttormur einmitt Högger með Gunnari og það er hins vegar og þá eru þeir þarna í þessu en svo kemur Jóhann Franklin ekki fyrir þarna svolítið seinna eftir páska og þá er Guttormur farin aftur upp til Danmerkur og síðan yfir til Noregs. En það eru samt bréfaskipti áfram þeirra á milli og það er hann 20. apríl og þá er þetta bréf það sem Gunnar er að lýsa hitti Guttorms að hann sé nú að rífast við hann. Og þeir séu að þráttum hvernig sé nú hægt að byggja þetta. Og þannig að teikningarnar verða þarna tilbúnar og þetta er náttúrulega allt saman. Og Guttormur eru beðin að skoða aðeins með grjót, þannig að þá eru komið þetta grjót í útveggina, hlaðinu útveggi sem hefur komið handa til sögunar. En teikningarnar verða bara til á þessum og við sjáum það bara hér á þessum dagsettu teikningum, þær eru bara dagsettar í apríl og maí 1939. Og síðan fara þau heim, þau sigla frá Kaupmannahöfn 20. maí 1939 og Gunnar Fransiska og Gunnar Yngri og fyrsta færsla í vinnudagbókinni sem Oddur Kristjánsson færði hér og hún er frá 5. júní. Þá er verið að halda áfram að stækka grunninn því að nú er byggingi búin að breytast og það er bara allt í nú komin hérna álma upp af fjallinu sem hefur bæst við. Þannig og þetta eru myndirnar sem var svona búið að við vorum búin að sjá aðeins en það er þó þannig að þetta er svona tekið hérna einhvern tíma sem í kringu 20. apríl þegar Jóhann er komin hérna út með þeim. Og svo hérna að því að þú varst að segja spyrja á því einmitt hvort þú voru allir rifin. Þá er 1940, þá sjáum við hérna er skorsteinninn eftir af Sigmarshúsi. Þannig að það er búið að rífa það allt saman. Hérna sé ennþá í húsi sem Halldór Stefánsson byggði. Og svo er stórhýsið komið þarna við hliðina. Þetta er úr mynd sem að Kjartan Bjarnason tók og Hákon Bjarnason var með í för hér. Þannig að það var stórmerkileg heimild. Það byrjaði aðeins að setja torf á þakið.
Svona rétt í andan að koma aðeins betur kannski inn á þetta með þessar sögusagnir sem að Pétur kom svolítið inn á hérna áðan, að þær eru þrálátar og enn í dag kemur hér alveg fólk í hús og maður heyrir að það er að segja hér út í anddyri að þetta er nú teiknaða sama arkitekt og Arnar Hreiðrið, og þrátt fyrir hér 25 ár við að leiðrétta það eða jafnvel lengri tíma, jafnvel 3 áratugi eða hvað er komið, en þetta svona, já, ég fór nú sérstaklega fyrir þetta og hef svo sem gert áður að reyna að elta þetta eitthvað upp í þetta hvaðan þetta kemur. Þetta virðist nú náttúrulega bara að verða einhverjar sögusagnir sem að svo allt í einu koma á prent þarna hjá Steindóri og Þorsteini Jósepssyni 83. Þá eru þeir með reyndar arkitektin eiginlega réttan, það er að segja Huger reyndar, en klikja svo út með því sá sami og teiknaði Arnar Hreiður Hitlers. Og þar með var þetta komið á prent í bók sem að dreifðist náttúrulega bara gríðarlega vel, því að ég hugsa að flest okkar hér inni þekki nú það að fara og ferðast landið og vera með landið þeitt Íslandi í kjöltunni á aðstofabílstjóranum í framsætinu að verða að segja og lesa og fara yfir þetta, þannig að það er eðlilegt að þetta hafi dreifst dálítið vel og sé svolítið þrautsegt að kveða niður. Síðan er hins vegar annað nafn sem að fer síðan á brent í útgáfu sem kemur 89 sama ár og skáldið enn 100 ára, og þegar að hér var þetta hús fékk nú svona aftur sitt torfþak og aðra andlitsliftingu í tilefni því, og það er Gunther Svín eða Sven, ekki alveg, ég er ekki nóðu. Þórdís, hvernig var að bera þetta fram? Er það Svín eða Sven? Sven. Og en það var ekki alveg út í bláinn hins vegar. Þetta nafn, en það kemur þarna inn í þessa Íslandshandbók sem Örn og Örlygur gaf út, vegna þess að þá er búin að koma hingað til lands þessi Gunther Sven og segja og hitta fólk í Reykjavík, og komst nú aldrei einhver austur í Skriðuklaustri, er búin að segja málsmetandi fólki það að hann hafi komið að því að teikna þetta hús. Það er Gunnarshús á Skriðuklaustri. Og Jón Ingi Jóhannsson, þegar hann ritaði ævisöguna Gunnar, að þá einmitt átti hann viðtal við eina konu sem að hitti þennan mann. Og hann sem sagt tjáði henni að hann hefði unnið á teiknistofunni hjá Huger, þarna verið að vinna þar 39. Og það passar alveg við það að hann er svona að klára sitt doktorsnám, doktorsritgerð þessa Gunther Sven sem að teiknaði sínar frægustu byggingar eftir 1950 sem sjálfstæður arkitekt, að hann skrifaði doktorsritgerð sem hitakerfið í böðunum í Pompeii. Og það passar alveg til að hann hafi verið svona hálfgerður lærlingur kannski þarna á teiknistofunni eða svona nýútskrifaður í rauninni sem doktor í arkitektúr. En hann sagði fólki að hann hefði bara haft töluverð áhrif á það hvernig þetta hús kemur til með að líta út, og hefði haft hér eitthvað útlit húsins að segja, þar sem yrðu steinir í útveggjum og torf á þaki húsins. Þannig en það er auðvitað eðlilegt að það er Huger sem að skrifar upp á alla teikningar, og þannig að við höfum svo sem ekki tekist að finna það út að algjörlega staðfest, en allavega maðurinn hefði varla verið að ljúga þessu, en þannig kemur þetta nafn nummer 2 inn í íslenskar uppflettibækur. Svo hins vegar tók nú alveg steinin úr þegar íslenska alfræðiorðabókin kom út árið seinna, því að þá var nú Albert Speer kominn í spilið. Og þannig að þetta, en enginn þessar arkitekta hins vegar teiknaði Arnar Hreiðrið. Þannig að þetta er nú svona. En kannski, það er nú svona einmitt málið, okkur hefur ekki ennþá tekist að komast yfir mynd af honum Gunther, en mögulega er þetta Gunther þarna. Þetta gæti alveg verið 29 ára gamall maður sem er að rýna þarna í teikningarnar með Gunnari og Huger.
Já, en þetta var nú svona þetta og svo bara vonum við það að við höldum áfram að ná árangri í því að kveða niður þessar sögusagnir og að þannig að frægð enda frægur arkitekt að þessu húsi og sem að því standa og sömuleiðis þessi aðstoðar arkitekt, hann Gunther Schwenn. En takk fyrir mig. Svona meðan að við erum að skipta tölur þannig að ég glemdi alltaf að segja það Skúli að fyrir nokkur árum birtist þetta þýsk kona sem að var dóttir arkitekt sem að sagðist hafa eiginlega teiknað þetta hús þó Haugur hafi skrifað undir það. Þannig að það er svona verið dóttir. Sennilega verið dóttir hans. Það er ræmstöðin. En hvort að hún var dóttir hans Gunther, það er ekki En þá fáum við þess að aðeins að sjá kannski svona húsið í ýmsum búningi. Eða ekki neitt? Já, nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Þannig að gjörðu svo vel. Það er aðeins að hugsa. Kannski betur að skipta yfir einn á skjá. Getur það virkað betur? Ég veit að þetta var í slæðsfjóðum. Nú var bara á villu skjá samt, ég var búin til þetta. Já. Það var bara ekki þetta hana. Það fyrir tíma streymisins þá gæti maður gert svona allt og enginn sá til manns þegar maður ekki ykkur vandræðum. Ég er semst skotta, eða Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir eins og ég heiti á mælendaskrá. Ég verð að viðurkenna að ég var búin að gera myndasjó. Svo vaknaði ég í morgun við gæsaskítur innan á túni, hugsaði að þetta væri svo leiðilegt að ég hendi því og gerði nýtt í morgun. Þannig að ef það er einhverja edit vitleysus eða eitthvað bálðu, eitthvað rugl, þá var það því ég var ekki búin að drekka nóg mikið kaffi. Ég ætla að fara alveg hratt yfir af því að þetta er alveg marga myndir. Þannig að ef það er eitthvað sem vilja sjá betur, þá verður þau bara hrópa og kalla. Þegar mín hugmynd að ég sagði við Skúla að við ættum nógu myndir að sýna og svo þurfti ég bara að fara að sýna þær. Og ég hringdi eitt símtal sem var ekki svarað og setti eitt tölvupóst sem það gat ekki bjargað mér. Og eftir á hyggja þá er ég afskaplega hrifin að þið eiginlega fegin Þórarin að þið voru ekki heima þegar ég reyndi að hringja. Því ef ég fengi myndir frá ykkur líka þá veit ég ekki hvernig ég átt að fara því að velja. Þannig að ég verð kannski að fá að blikka ykkur seinna. En 1939 þá var Björn Björnsson hérna á ferðinni og tekur myndir af húsinu. Og þessar myndir eru á Sarpi hjá Þjóðminjasafninu. Og ef þið eru ekki búin að skoða myndir Björns sem er alltaf verið að bæta hægt og rólega í þar úr fljóstanum inn á Sarpi, þá er alveg þess virði að setjast niður og eiga smá kvöldstund og skoða þessar myndir því þær eru frábærar. Alveg frábærar. Og bara eiginlega nánast, ég ætla ekki að segja öllum bæjum en eiginlega samt eiginlega af allir sveitinni. Og þarna sjáum við þessa mynd sem að ekki mörg, þetta er myndir sem við notum mikið, en það bættist aðeins inn. Við erum farin að sjá veggina rísa. Það sér maður alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Glestu hornið. Það sér maður náttúrulega hvar þeir hlaða ekki. Því svalirnar eiga náttúrulega að koma hérna líka. Mörg handverk. Erfitt að gera þetta. En í kjölfar á því þegar vorum að setja upp nýja sýningu og förum aðeins að skoða betur hvað er komið. Þá fer þetta að berast okkar myndir úr fleiri áttum.
ljósmyndasafni á Norðfirði. Er með myndir frá honum Einar Ástrasyni fyrrverandi héraðslækni á Eskifirði. Og þá verði ég að viðurkenna að við komumst í smá gull. Og ég og Skúli Björn sátum hérna í heldur bæði og súmuðum með þessar myndir eins mikið og hægt er. Þarna eru myndir frá því þeir eru að setja fyrsta torfið á þakið. Og þarna sjáum við ýmislegt. Sjáum náttúrulega hestvagnin sem við þurfum að nota. Vinnu aðstæður þeirra upp á þakið þarna. Það sjáum við að þeir eru upp á mænunum með að bera torfið á milli sín bara með svona, ekki eins og hjólburum, svona burðarbörum. Og svo náttúrulega forrúta bíll þarna líka, þeir eru á mörgum myndum. Þarna sjáum við líka aðeins, þarna sér einnig upp á mænum að sé hvernig þetta leit út. Aðeins þetta sjónarhorn. Múið búið bíll. En þarna er sennilega, þetta er myndir sem við notum aðeins, og ég veit ekki hitt alveg þetta. Hafið þið viljað fara upp á þakið á þessum bjálka, þessum spýtum sem eru þarna upp, því þetta hlassið sem þeir voru að bera upp á torfið var ekki létt. Það sá það alveg á myndunum. Svo veit ég ekki hvort að þeir sem eru hérna fyrir neðan eru tilbúin að grípa þá ef þeir detta eða hvort að þeir hérna hefðu eitthvað annað verkefni. Þessar myndir eru alveg stórkostlegar og líka gaman aðeins að rýna bara hvað er fyrir utan húsið, hvað maður sér liggja á jörðinni og allt svoleiðis. En ég stæðist alltaf að fara hratt, þannig að þá stökkum við aðeins seinna. 1947 er Hákon Bjarnason fyrrverandi skólavarðstjóri hérna á ferðinni og kemur svona oftar en í þetta skipti stoppar hann hér aðeins, tekur nokkra myndir. Þá séu að þannig að torfið komið á þakið, allt farið að gróa, orðið hvítt á milli steinana. Sjáum aðeins hérna í hlaðanavegginn, byggingarinn bakvið sem sést betur á öðrum myndum. Og svo eru þarna uppstiltir Gunnar, ölluleikinn Gunnar yngri og svo Hákon sjálfur. Það sjáum við betur frá hóðninu. Það vantar eitthvað þegar það var svalinir ekki. Hérna inn í porti, það var að sitja inn í fordirinu Gunnar og Gunnar yngri, ég sé ekki ljúga. En, ég var að velta fyrir mig hvernig ég ætti að koma því að hérna, þegar ég segja stundum það sem er aðeins fyrir utan myndefnið sem er eiginlega það skemmtilegast að því þarna sér maður dráttarvél, forlóta dráttarvél sem ég ætla ekki einu svona að reyna að segja hvað heitir. En ef mér skil rétt þá er þetta eina ef ekki fyrsta dráttarvélin sem var í undan. Svo sjáum við alveg hérna, það er eitthvað að vera að vinna í alls konar símadótið hérna og gluggarnir og þetta er gull. Nú fyrir við aðeins þar. Þetta er uppáhaldsmyndi mín af húsinu. Ég veit að maður á ekki eiga uppáhald, en þetta er uppáhaldsmyndi mín af húsinu. Þarna er svona smá yfirlit. Þessi náttúrulega notuðu lituð, en svona getur húsið hafið litið út cirka. Aftur 1950, þetta er bara gargið ef ég fer á hratt. Þarna sem er betur, það sem við köllum stundum bráðabærabygginguna. Húsið sem var byggt hérna enda og átti síðan alltaf var víkja fyrir næstu álmu. Þorsteinn Jósefsson umræddur áðan sem tekur náttúrulega þátt í því að arkitektin er skráður vitlaust, blaðamaður. Það sjáum við veðurstöðun okkar líka. En þá sér maður hægt og rólega Björn Bjarnason aftur og þarna er komið bári á húsið. Myndin er merkt kringum 1960. En það er svona hægt að sjá. Já. Þannig að það er veitingahúsinu. Hjörleifur Guttormsson hefur nú stundum gaukað á okkur myndum sem er vel. Og þarna finnst mér alltaf merkilegt að það er
búið að timbra fyrir innganginn. Það var ekki verið að nota hann. Og svo getum við náttúrulega dáðst á bílaflotunum þarna fyrir neðan líka. Sömu ferð hjá Hjörleifi og þá sér maður aðeins hvernig húsið byrjuð að breytast. 75 er Hjörleifur aftur á ferðinni og núna eru þeir farnir að byggja svalinnar. Þær risu upp á nokkrum. Tók nú aðeins lengri tíma að fleiri ára að byggja svalinnar en húsið. Sjáum byggingamennina. Hvað var það? Sveinn Þór og Kjartan. Maður sem stóð þetta lengst til hægri. Rúmstöð. Þór Eyvind Magnússon, fornleifafræðingur og var hann ekki þjóðminnavörður nokkur ár, ferinn 81. Þannig er hún búið að mála þakið dökkt og þannig er greinlega verið að mála á millisteinum eða einhverja framkvæmdir í gangi. Aðeins annar bragur á því og þarna er bráðabirgbyggingin ennþá. Heit tækla fyrir framan og blóma kassar við gluggana. Aftur 81, bensinstöðin, skriða 89, þegar við náttúrulega var heljarinnar framtakið í að tyrfa þakið aftur, ganga frá veggnum, snirta til og gera fínt og fallegt. Það sér maður það. Það spilum líka. Og svo opnunardagur safnsins 2000. Ótrúlega hvað trén hafa stækkað bara á þessum árum. Og svo erum við komin inn 2018, bara líka þess að líka út núna. En undir svölunum, af því að svölunar eru það sem hefur breyst mest. 1945, þá er þetta nú bara veggur með smá leðslu. 2001, 2010, þá sjáum við alltaf hellurnar undir. Alltaf vaskar og fallið skuggar. 2010 þá byrjaði að saga gat á húsið til þess að setja hurðina í. 2010 áfram, hann búið að gera gatið, byrjaði að helluleggja. Búið að ganga frá því. Og notabenni, það var sem sagt til teikning. Já. Frá höfðara því að það væri innan útgengt úr borðstofunni og á svona skuggaverund þarna undir svölunum. Þannig að þess vegna samþykkti Pétur Ármannsson þetta nú á sína tíma fyrir húsnúsreyðurinn að væri farið í þessa framkvæmdana undir. Ég segi rosalega oft við mína gesti hérna að það er náttúrulega þessi skuggaverund sem er þarna á teikningunni en við búum á Íslandi þannig að við þurfum líka að skilja okkur fyrir rokinu og vindinum og fara á leið. Það verður farið út í hérna glerskála. En þarna sjáu þið munin, bara hvað það er. Og ég verð að viðurkenna að ég stundum man ekki hvernig húsið leit út áður en að glerskálan kom. En úr lofti, ég ætla bara að enda á þessu, því hérna, eins og ég segi, ég ætla að reyna bara til að vera. Það til nokkrar loftmyndir sem að maður geta nálgast núna á netinu og allir geta komast að. En ég veit að hún er vel, mikill aðdráttur, vel súmuð. 1945, þá sér maður hvernig húsakostum verið bara uppraðað. Það var skriðuklaustur, nú sé ég hérna aðeins að klausturinn hérna fyrir neðan. Svo aðra byggingar, önnur útihús og annað. Samkvæmt gögnum hjá okkur var þessi mynd merkt 55 sem stenst ekki. En hún fekk að fara með af því þetta er svona smá millibil. Og það sér maður húsið, aukabygginguna, bregginn og allt það. Svo er alltaf skriða komin og þá sér maður það er skurður eiginlega undir húsinu á skriðum.
Ég ákvað að vera bara ekkert að klína neinu általi á þetta í morgun. Og svo er þetta svona cirka eins og þetta lítur út í dag, 2018. Hús eru stundum eitthvað sem er alltaf bara staðbundið og manni finnst stundum að breytast ekki neitt. En þau breytast alveg heilmikið. Það er aðeins aftur á 45, það er bent á hitt. Að við vorum að tala grunninn. Það bakka ég náttúrulega eftir. Þetta hérna er uppmóksturinn úr grunninn. Honum var keyrt. Það var hægt að setja hann í lægð sem var og hann er ennþá hérna sýnilegur. En já, þetta var hratt farið yfir sögu hússins. Og þetta, eins og ég segi, breytist mjög mikið. Það voru mjög nákvæmar myndir af veggklæðslunum og hvar var mosi og hvað hafði breyst. Þangað til ég vaknaði í morgun og breytti svo öll saman. En já, þetta var